Þetta er verkefni 16, vextir, á blaðsíðu 726 í kennslubókinni Tölvunotkun. Hér ætla ég að sýna ykkur hvernig er hægt að nýta möguleikann track-changes eða rekja breytingar við leiðréttingar og yfirlestur skjala. Ég ætla að byrja á að vista skjalið undir öðru heiti, þá á ég alltaf upprunalega skjalið áður en ég fer að gera breytingar á því. Ég fer hér í File, Save As og ég ætla að gefa því heitið 16 vextir A. Og nú ætla ég að gera breytingar og nota track-changes. Þá fer ég hérna í Review og kveiki á track-changes. Og hér getið þið stillt hvernig þið sjáið athugasemdirnar. Það er sýnt á blaðsíðu 726 í kennslubókinni Tölvunotkun. Ég ætla að fara hérna í Home. Ég ætla að byrja á að merkja fyrirsögnina hér með heading 1 og þá kemur hér athugasemdin og að breyta því í heading 1. Ég breyta þessu í teikletur og ég ætla að jafna textan í efnisgreininu. Þið sjáu þetta alveg á blaðsíðu 726 hægra megin og spássíðuna hægra megin. Síðan ætla ég að fara í þessa efnisgrein hér og ég ætla líka að jafna hana. Ég ætla að hafa 6 punkta á eftir og inndrátt á fyrstu línu 1 cm. Og ég ætla að vista og síðan ætla ég að fara yfir, held ég bara áfram samkvæmt kennslubókinni, en þegar við ætlum að fara yfir og samþykkja breytingar og þá getið þið farið hérna á Review-klippan og hérna í Accept getið annarkvort valið að velja eina breytingu og samþykkja hana eða samþykkja allar breytingar eða allar breytingar og hætta að rekja breytingarnar. Þannig ef ég smelli hér á Accept All Changes þá helst þetta og ég ætla að vista þetta skjal undir heitinu File og Save As og merkja það B. Þá á ég upprunalega skjalið og skjalið með breytingunum og þegar breytingar hafa verið samþykktar